Benedikt, var þetta það besta sem þú setið þinna manna í vetur? Já, þetta svona með því betra. Ég meina, við vorum virkilega góður í þessu leik. Ég held að það sé erfitt að meta þetta einhvern veginn öðruvísi. Ég bara virkilega ánægður með þennan leik í kvöld og við áttum þennan sigur allan tíman frá fyrstu til síðustu. Manst þú hvenær KR var trúðað svona síðast? Nei, auðvitað lenda öll í því að tapa illa. Það alveg sama hvort þessi KR eða eitthvað annað. Þetta bara spurning hvernig þú bregst við og hvernig þú kemur í næsta leik. Og ég engum vafa að þeir mæta dýrvitlausir í næsta leik. Þetta fór vel á stað. Þeir voru 5 af 9 í þristum og meðberinn kemur strax. Er það lykillinn hérna að sigrinum eða voruð þið nógu mótiveraðir eftir þennan þrist frá Brán í fyrsta leik? Já, menn voru bara virkilega klárir í leik og vel einbeittir. Oft höfum við náð svona forystu og ætlaði að fara að verja hana en allan tíman voru við bara bæti í. Menn voru ekkert að spá í töflunni hvað var mikið eftir eða hver staðan væri. Menn bara spiluðu að krafti bara allan tíman og uppskáru bara eftir því. Og er þetta drauma innleiðing á nýjum leikmanni? Hann var fyrir mér algjörlega non-faktor í kvöld og maður svona bara leiða honum að sprikla. Við þurfum þessa rótýringu inn í stóramannastöðuna eftir að komi ljós að Herstón yrði bara endanlega frá. Og þetta lið stendur ekkert á fellu með þessu nýja manni. Hann bara kemur til með að koma með sitt inn í þetta en ef að liðsheildin funkar og svona þá geta góða hluti gerst áfram. Leikur 3 í Vesturbænum og nú vonaði að Röndóttir taki ykkur nú ekki dvólafagnandi þar eða eitthvað? Nei, þeir koma dýrvitlausir og við verðum bara klárir í það. Svona er bara úrslitakeppnin. Það er bara að spila það hörku og þetta er bara hverju eru sterkastir andlega og hverju vilja þetta mest.